Flesti þeirra 600 manna sem yfirgefa þurftu heimili sín síðastliðna nótt vegna eldgossins í Fimmvörðuhálsi fá að snúa heim í kvöld. Hópur ungra jarðfræðinema frá Bretlandi var nýfarinn af Mýrdalsjökli þegar gosið hófst. Þeir segja að gosið hafa aukið áhuga þeirra á jarðfræði. Allar flugsamgöngur í landinu lömuðust vegna eldgossins í nótt en gætu verið komnar í eðlilegt horf á morgun verði ekki að verkfalli flugvirkja. Aðeins við 4 klukkustundir tók að rýma hættusvæðið í kringum eldstöðvarnar í nótt og nýtæki Landhelgisgæslunnar reyndust vel. Fólk sem þurfti fyrirvaralaust að yfirgefa heimili sín í skyndi tók því yfirleitt með jafnaðargeði en óttaðist þó búfénað sinn. Og við byrjum að sjálfsögðu á tíðindum af eldgosinu í Eyjafjallajökli og Kristján Már Unnarsson, okkar maður, á staðnum. Kristján Már, hvernig er staðan núna? Já, við skulum byrja á því að sýna ykkur hérna af Gónhól eins og stundum kallaður stóri Moskvöll hérna rétt austan við Kolsvöll. Við ætlum að byrja að sýna ykkur gosmökkin eins og hann lítur út núna í beinni útsetningu frá Eyjafjallajökli. Hann kemur þaðan úr Kríkanum frá Fimmvörðuhálsi og leggur hérna út Markarfljótsaurana vestur með flugsliðinni og síðan vestur Rangárvellina. Það er ekki að sjá að það sé mjög dökkur, þetta er ekki að sjá að það sé nein aska í þessum mekki, þetta eru fyrst og fremst gufubólstrar sem hitinn frá eldstöðunum skapar þessa bólstra, en hann sést sem sagt mjög skýrt. En við skulum, það er mjög athyglisvert við upphaf þessa goss og við skulum sjá myndir sem voru teknar í nótt að það voru ekki vísindamenn sem fréttu af eldgossinu í gegnum mælitæki, heldur var það hann Stefán Guðbergsson í Múlakoti í Fljótslið sem virðist hafa fyrstur manna átt að sjá að þarna var eldgoss því klukkan 10:10 í gærkvöldi. Þá hringdi hann í neyðarlínuna og tilkynnti eldbjarma yfir Eyjafjallajökli. Nú, það liðu aðeins fáar mínútur þangað til búið var að ræsa allt almannavarnakerfið hér á svæðinu. Það gekk ótrúlega flott fyrir sig og bara innan fárra mínútna voru 700 til 800 íbúar á svæðinu búin að fá skipun að rýma heimili sín. Nú, rýmingin gekk bara fljótt og vel og svona flestir hlýddu, en svo þegar menn flugu yfir eldstöðvarnar í nótt þá sást að gosið var ekki eins stórt og óttast þær í fyrstu. Menn óttuðust fyrst að þetta væri undir jökli og gæti valdið miklu jökulhlaupi, en þegar vísindamenn flugu þetta nú í nótt þá sást að þetta var tiltölulega lítið gos, reyndar mjög lítið, mun minna en Heklugosinn síðustu, mun minna en Kröflugosinn. Þetta var í Fimmvörðuhálsi, norðanverðum Fimmvörðuhálsi, ekki undir jökli og sprunga þetta 500 til 1000 metra löng. En enga síður, öllum vegum hér í nágrenni Eyjafjallajökuls var lokað og fólki bönnuð umferð, en almannavarnanefndin hér í Rangárþingi, hún hefur stöðugt verið að endurmeta stöðuna og hjá mér er formaður almannavarnanefndar á svæðinu, það er sýslumaðurinn hér á Hvolsvelli, Kjartan Þorkelsson. Það er ennþá hættuástand. Við störfum ennþá á neyðarstigi samkvæmt almannavarnaskipulagi. En enga síður, þið hafið þó aðeins létt á kröfum rýmingu. Já, við erum búin að funda bæði með vísindamönnum og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra í dag og í framhaldi af því og stöðunni þarna þá var tekin ákvörðun að létta rýmingu að hluta. Við erum ennþá með rýmingu á 14 bæi og jafnframt er lagt fyrir sumarbústaðeigendur að þeir sé ekki í sínum sumarhúsum í nótt. En því einmitt þegar maður sér valið á þessum 14 bæjum þar sem fólk þarf að rýma, þetta er það sem eru gil frá Eyjafjallajökli, það sem er hætta á að hlaup komi niður, menn oftast sem sagt að ef ég skil þetta rétt, að gosið geti færst inn undir jökulinn, er ekki svo? Það er það sem við erum að skoða, hann geti færst og þá getur bæði komið hlaupi niður söðurhlíðarnar austast undir Eyjafjöllunum, þar erum við með rýmingu og svo hérna aðeins eftir í Fljótshlíðinni og niður á Markarfljótsaurana ef hann kæmi hérna með niður, ef þetta færi að færast eitthvað undir jökulinn. Þú varst á fundin núna síðdegis með vísindabönnum. Er þetta bara eitthvað lítið gos eða telja menn þetta geti fæst í aukana? Hvað segja menn? Þetta er sem ég skilst á vísindamönnum, þá getur þetta bæði minnkað og stækkað svona það sé í svona gosum þá sé svo til breytileiki. Þannig að það verður bara fylgst með þessu, þá fljúga yfir þetta seinni í kvöld og þá fáum við nánari upplýsingar og síðan erum við með fundi í almannavarnanefndinni klukkan 9 í fyrramálið og þá metum við stöðuna aftur, þá koma vísindamenn og fulltrúar frá almannadeild líka og fund með okkur og sveitastjórn Rangárþings eystra. Hér eru almannavarna áætlanir búin að vera lengi til. Manni finnst eins og þetta almannavarnakerfi það hefði bara virkað eins og vel smurð vel.
Já, þannig að við vorum hér með æfingu 2006 út af Kötlu og þetta samskonar rýming og svo vorum við með íbúafundin á mánudag, þriðjudag og miðvikudag með öllu fólkinu, þannig að fólk var mjög vel upplýst og fólk þekkir þessa hættu og veit hvernig á að bregðast við og það sýndi sig í nótt að það kann það. Já, það voru samt einn og eitt sem voru ekki alveg tilbúnir að yfirgefa heimili sín. Já, það var mjög lítið slíkt. Fólk fór yfirleitt með mjög fúst og ég ánægður og þakklátur íbúanum hvernig þeir stóða þessari rýmingu og tóku þátt í henni með okkur. En þú nefnir Kötlu og það eru kenningar meðal vísindamanna og ekki bara kenningar, menn horfa á söguna að í hvert sinn sem Eyjafjallajökull hefur gosið þá segir menn þá hefur Katla gosið líka. Veldur það ekki svona ákveðunum óróa? Við náttúrulega æfingin 2006 snerist Kötlu, það var æfði rýming bæði Vestur-Skaftafellssýslu og Rangárvallasýslu og við fórum með þetta allt svæði núna í þessari viku og þá rifjum við upp bæði rýmingu vegna Eyjafjallajökuls og vegna Kötlu, þannig að fólk mjög vel undirbúið og við erum búin að funda með bæði aðgerðar og vettvangsstjórnum á öllu svæðinu núna í febrúar og mars, þannig að fólk mjög vel upplýst og veit alveg hvernig það á að bregðast við. Svona nýjustu fréttir af gosinu, það enn í gangi og hvað vitið kraftin á því? Það svona bara í gangi eins og sko. Ég fæ nánari upplýsingar klukkan 7:30 en það sem við erum lausir við þetta sem hins vegar fylgir Kötlu, það þessi gríðarlegu eldglæringar og gosmökkur sem fylgdi slíku gosi, það allt annað gos, hamfara gos. Já. Takk að þið fyrir. En forsætisráðherra Íslands, Jóhanna Sigurðardóttir, hún heimsótti Rangárvöll í dag og heimsótti þá sem vinna hér að almannavörnum og það Sigríður Mogensen sem ræddi við hana. Þú hefur fylgst með atburðarásinni í dag, hvernig svona leist þér á viðbrögðin og hvernig menn tókust á við ástandi? Já, ég fekk sannarlega kynnast í hvað við erum með öflugt almannavarnakerfi, öryggisnet okkar og viðbragðsáætlanir eru frábærar og virkuðu mjög vel og ég vil bara nota þetta tækifæri og þakka öllu því fólki sem hefur komið að þessu starfi, sjálfboðaliðar, lögreglan, almannavarnir, björgunarsveitir og fleiri. Það var frábærlega vel unnið verk og hefur skilað miklu. Ef það verður eitthvað tjón og við náttúrulega vitum ekki hvernig framvindan verður, hvað hyggst ríkisstjórnin þá gera í því? Já, það alveg öruggt að ef það verður eitthvað tjón þá tökum við auðvitað á því og þetta mál verður rætt í ríkisstjórninni á þriðjudaginn og þetta auðvitað sögulegu viðburður sem þarna varð og sem betur fer var ekki tjón á fólki og við vonum að það verði svo áfram. Þetta virðist vera í rénum, allavega hafa þeir aflétt eitthvað rýmingar áætlun sínum eða breytt þeim og við skulum vona að það verði ekki meira úr þessu gosi heldur en að orðið er. Flugsamgöngur til og frá landinu sem og innanlandsflug lamaðist vegna eldgossins í nótt. En búast má við að flugsamgöngur verði komnar í eðlilegt horf á morgun ef ekki verður af verkfalli flugvirkja. 800 farþegar voru strandaglópar í Leifsstöð í dag. Þorbjörn Þórðarson. Allt millilandaflug lá niður í morgun og 6 flug til Evrópu frestuðust þangað til laust fyrir hádegi. Áætlunarflugvélum Icelandair frá Seattle og Orlando í Bandaríkjunum sem lenda áttu á Keflavíkurflugvelli í morgun var beint til Boston. Jafnframt var áætlunarfluginu frá Boston frestað og því sátu 500 manns, áhöfn og farþegar, fastir í Boston fyrir vikið. Klukkan 4:30 í dag að íslenskum tíma lagði fyrsta vélina af stað til Keflavíkur með strandaglópa í Boston og hinnar 2 munu skila sér seint í kvöld. Það fer í rauninni gang sami viðbúnaður þegar svona gerist og endranær, þegar mikil seinkun verður, að við reynum að koma fólki í okkar flug náttúrulega þegar það fer, en svo líka með öðrum flugfélögum samkvæmt svona samningum við þau og það það sem við höfum verið að glíma við í allan dag. Þetta veldur starfsfólki okkar náttúrulega miklu amstri og vinnu í dag en þó fyrst og fremst farþegunum okkar. Það það sem okkur þykir verst að þetta veldur verulegum truflunum á ferðaplönum hjá fjöldamanns, þúsundum manna. Að sögn Hjördísar Guðmundsdóttur, upplýsingafulltrúa flugstóða, búist við að flugsamgöngur verði eðlilegar á morgun að því gefnu að það verði ekki verkfall flugvirkja. En nú undir kvöld var öskudreifingarsvæðið, þar sem flug var bannað, lítið þríhyrnt svæði frá eldstöðinni og að Reykjanesskaga. Flugumferðarstjórar hafa beint öllum vélum framhjá svæðinu og því það haft takmarkaða röskun í för með sér. Flugfélag Íslands hóf innanlandsflug að 9 klukkan 5:30 í dag en aðeins var að ræða 4 flugferðir milli Reykjavíkur og Akureyrar. 17 flug voru bókuð frá Reykjavíkurflugvelli í dag og flest þeirra frestuðust eða voru slegin af. En það var tómlegt að lítast á Reykjavíkurflugvelli í dag. Og eldgosið hefur líka haft áhrif á starfsemi verktaka við Landeyjahöfn fyrir austan, eins og Kristján Már hefur komist að. Kristján. Já, því að Markarfljótið, ef flóðbylgja kæmi norðanmegin úr Eyjafjallajökli, þá færi flóðið niður Markarfljótið og út í sjó
og einmitt þar við Ósamarkarfljóts, þar stendur yfir ein mesta hafnarframkvæmd í landinu. Það hefur verið að gera Landeyjahöfn, hún á hættusvæði. Og þar ræstu menn út mannskapi í dag til að bjarga tækjabúnaði. Við skulum heyra í forstjóra verktakafyrirtækisins. Hefur vinnan eitthvað raskast vegna gossins? Nei, ekkert en þá sko, ekkert en þá, það var frí helgi núna en ég kallaði út menn til þess að svona rýma þetta upp úr farvegnum og koma svo betri staði, tækjum og öðrum búnaði sem búin að vera hérna, sem gæti verið í hættu ef að hlaup kæmi á okkur sko. Þannig þið eru búin að vera að því, hvað í allan dag? Já, við byrjum á því bara svona í morgun sko. En þið vitið ekkert hvort þið megið halda áfram að vinna? Nei, það ekki náttúrulega ljóst bara fyrir fyrramálið sko, en það náttúrulega, við fylgjumstum bara með því og reiknum með því að geta unni hér í fyrramálið eða morgun. Ef það kæmi nú mikið hlaup niður Markarfljótið, væri þá nýju mannverkin í hættu? Þarna niður frá? Já. Ég þori ekki að segja það, nei ekki, það náttúrulega, maður veit náttúrulega ekki hvað þetta mikið og getur ekki neitt átt að segja á því. Og fjölskyldur sem þurftu að rýma hús sín vegna gossins virðast almennt taka því með jafnaðargeði. Eða ekki svo, Kristján? Hvað segirðu það? Jó, við hittum eina fjölskyldu sem býr ekkert langt frá Markarfljóti, 7 manna fjölskylda, stór fjölskylda sem rekur kúabú. Og ég heyriði þið núna síðdegis, við skulum heyra hvað þau höfðu að segja. Við erum bara svona að kíkja núna og svona bæta á þær hegi og fara yfir málin hjá og svo förum bara að fara frá bæ sko og verður sennilega hell í nótt, öll óbreyttum. Eru þið sátt við þessa rýmingu? Já, við förum breytt því sem okkur sagt og við tölum að sýslumaður hefur staðið sér mjög vel að fara eftir þessu að gera þetta. Þið alveg til að vera aðra nótt og kannski margar nætur utan heimilis? Já, bara upp á öryggi að gera, þá finnst mér það bara allt í lagi því að ef maður fara að kíkja á búskapin alltaf svona á milli þá gengur það upp alveg. Já, ég ætla aðeins að sýna ykkur aftur gossmökkinn. Hann mjög skýr hérðan þegar hortið frá Hvolsvelli eða Gónhól rétt við Hvolsvöll. En ég veit ekki hvort þetta séu bara einhverja skúrir sem koma úr mekkinum eða hvort þetta sé eitthvað öskufall. Ég þori ekki að fullyrða. Hann eitthvað dálítið dökkur núna, mökkurinn. Ég held þetta sé þó aðalega gufubólstrar vegna hitans frá eldstöðunum. En yfir til þín, Telma. Já, þakkaði fyrir þetta Kristján Már á vettvangið var þarna í allan dag og mætti þarna í nótt og við minnum á að all nýjustu tíðindi að finna svo á vísi.is. En við segjum ykkur áfram frá því að öllum lokunum hefur verið aflétt á Suðurlandsvegi en þar hefur umferð verið takmörkuð frá því eldgos hófst í Eyjafjallajökli. Þessi ákvörðun var tekin á aðgerðastjórnunarfundi sem haldinn var á Hellu klukkan 3 í dag. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Hvolsvelli er fólki því heimilt að fara veginn hindrunarlaust. Og hópur jarðfræðinema frá Bretlandseyjum sem stattur hér á landi var nýfarinn af Mýrdalsjökli þegar gosið hófst. Þeir segja návíð við gosið heldur betur hafa aukið áhuga þeirra á jarðfræði að Karen Kjartansdóttir ræddi við þessa nema. Ungu Bretarnir eru á aldrinum 17 til 18 ára. Í gærkvöldi fóru þau ásamt leiðsögumanni upp á Mýrdalsjökul á vélsliðum en nánast upp á Kötlu. Það þótti þeim heldur en ekki spennandi lífsfyrirsla. En þegar þau komu niður af jöklinum og fréttu að þau kæmust ekki lengri en Vík í Mýrdal, þar sem eldgos væri hafið í næstu eldstöð, urðu þau dolfallin. Voru þau ekkert skelkuð við þetta allt? Nei, þau eru náttúrulega hérna í jarðfræði áfanga, eru að læra jarðfræði og þannig að þetta var svona alveg ekstra búst á námið hjá þeim að setja þetta allt í svona tæknilegt samhengi, það sem að þau voru búin að vera að læra. We just saw loads of plumes up in the sky driving past and we heard of a big eruption and we knew the road was closed off and they had to count how many people were in there and then take the phone numbers and that. We heard over the last few days that there's been several earthquakes over the last 48 hours, so sort of. Yeah, we just yesterday we was doing just like near there on the ice cap, yeah, the glacier, and yeah, it's pretty frightening because if we were there yesterday, it's like, yeah, it's quite a traumatic experience for me. So do you think it's a good experience for your study? Yeah, because we're on a geography field trip as it is, so it's just like added to the experience, isn't it? Once in a lifetime experience.
Í sama streng taka stúlkurnar í hópnum en þær vilja þó síður viðurkenna þær hafi verið óttaslegnar eins og strákanir. Þetta hafi einungis verið áhugaverð lífsreynsla. Well, we were coming through and then we were looking for all the smoke coming up, and as we come through we had to get stopped a load of time coming across and we saw all the smoke coming up. Very exciting. Yeah, it was exciting. So you were not afraid? No, we were excited when we get pictures. It was interesting to see. Yeah. Og TF-SIF flugvél Landhelgisgæslunnar þykir hafa sannað gildi sitt við eftirlitsflug yfir gossvæðinu í nótt. Tækjabúnaður vélarinnar hjálpaði vísindamönnum að greina fyrr umfang og eðli eldgossins. Höskuldur Kári Schram segir frá. TF-SIF eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar flaug yfir gossvæði í nótt og aftur á að fljúga í kvöld. Hvernig voru aðstæður? Það voru nokkuð erfiðir aðstæður. Skildist með framan af en þetta tókst framar vonum bara og þeir náðu að kortleggja þetta mjög vel með nýju flugvélum okkar en það eru frábært tækja þar borð og þessi heldur betur sanna gildi sitt. TF-SIF meðal annars búin öflugri infrarauðri myndavél sem greinir hita og þá vélin einnig með búnað sem greinir mengun. Þetta hjálpaði vísindamönnum að kortleggja eldgosið. Það eru mjög fullkomnar græjur í vélinni til þess að skoða svona hluti. Þeir geta mælt þetta nákvæm staðsetning og lengd sprungunar og þess áttur og síðan stendur til að fara eftir í kvöld og þá geta borið það nákvæmlega sama hvort það voru eitthvað breyting á þessu og svo framvegis. Og aðgerðir gengu vel fyrir sig í nótt og aðeins tók rúmlega 4 klukkustundir að koma öllum íbúum af hættusvæðum. Höskuldur Kári Schram tók saman yfirlit yfir atburði dagsins. Á miðnætti barst tilkynningum að eldgos væri hafið í Eyjafjallajökli. Samhæfingarmiðstöðin í Skógarhlíð var virkjuð 20 mínútum síðar. En við reiknum bara með þennum versta og okkar áætlanir gangi út á það að hérna getur tekist á við verstu svona hugsanlegu afleiðingar og þess vegna var strax farið það að rýma allt svæðið. Klukkan 2 flög þyrla Landhelgisgæslunnar að gossvæðinu með vísindamennum borð til að meta ástandið. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra fylgdust með aðgerðum í samhæfingarmiðstöðinni í Skógarhlíð. Mér finnst í rauninni mjög traustveikjandi að sjá hvað hér gengið fumlaust til verka og hvað þetta smellur allt saman. Fljótlega eftir miðnætti hófust brottflutningar 600 íbúa á áhrifasvæðum Eyjafjallajökuls. 30 manns gistu í grunnskólum á Hvolsvelli þar sem búið var að koma upp neyðarskýli. Einhver ótti í fólki eða það vel undirbúið? Nei, fólk rólegt. Já, mjög rólegt. Mjög rólegt. Ég var bara sofandi og síðan var ég alltaf einu komin út í bíl þegar ég vaknaði. Ég fattaði ekki hvað það var að gera svona veitt. Síðan var ég alveg skítrædd. Almennt gekk vel að rýma svæði. Hvernig gekk rýming hérna undir Vestur-Eyjafjörð? Mjög vel. Gekk mjög vel. Og það hlýttu allir? Já, flest allir. Klokkan 5:30 að morgni og það eru flestir vakandi. En þó, það er fólk sofandi hérna í salnum. Hér eru sýnist mér svo 6 manns. Svo mér sagt að í herbyggjum hér uppi og hliðarherbyggjum séu kannski 10-15 manns sem bara sofa róleg. Klukkan 6 í morgun lenti Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli eftir að hafa flogið yfir gossvæðið. Það var nokkuð öflug kveikurstrókavirkni á þessari sprungu og þetta er svona gossvirkni svipuð eins og í Kröflueldu. Vísindamenn funduðu með fulltrúum almannavarna til að meta stöðuna. Það er það sem við munum ræða á þessum vísindamannafundi hvort það hægt að segja og þetta getur gengið lengra en Eyjafjallajökull og getur það komið einhver jökulflóð þar niður. En eins og þú segir það er lán í ólanni að þetta er þó á milli jöklana. Almannavarnir boðuðu svo til blaðamannafundar klukkan 11. Hlutinni gengu eins og við höfum æft og séð fyrir sem er einstaklega ánægilegt í okkar bransa. Það er ekki hægt að segja annað en að allir hafi staðið sig með prýði, bæði íbúar og ekki hvað síst lögreglustjóri, viðbragðsaðilar á svæðinu og hans fólk. Og margir slógu á létta strengi í fjölda hjálparstöðvum Rauða krossins í nágrenni eldgossins í nótt en höfðu þó áhyggjur af bústofni sínum. Enda ær farnar að bera á sumum bæjum og mjólka þar kýrnar þrátt fyrir öll eldgoss og aðrar hamfarir. Að Karen Kjartansdóttir sem var á vettvangi í nótt. Fáir þekkja jarðhræringar og eldgos jafnt vel og fólkið á Rangárvöllum. Reynslan hefur þó kennt þeim að allur er varinn góður. 600 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í gær vegna eldgosins. Talið er að þetta sé ein umfangsmesta aðgerð sinnar tegundar í landinu á eftir aðgerðinni sem gripið var til í gosinu í Heimaey árið 1973. Þeir sem yfirgáfu heimili sín var gert að skrá sig vegna þess og talið er 500 manns hafi skráð sig í grunnskólanum Hvolsvelli í gær. Þar gistu einnig nokkrir en langflestir fengu inni hjá vinum og ættingjum. Fólk var rólegt en bændur höfðu þá áhyggjur af skepnum í nágrenni gosstöðvana.
Já, þannig að þið erfitt með að yfirgefa svæðið út af dýrum á bæinn. Já, ég meina fólk náttúrulega hefur áhyggjur af bæði sinni lífsafkomu og kannski hestunum sem eru eitthvað staðar inni, þú veist, góðum vinum sínum. Við tókum hundinn með, sko, þannig að hann bara út í bíl í góðu yfirlæti. Þannig að, já, fólk hefur sjálfsög áhyggjur. En reynt var að létta lunda allra, svo sem með skonsubakstri og leikjum. Lítil börn og kettlingar þótti biðin í skólanum þó heldur döfleg enda vanari meira frelsi og notalegheitum en þeim sem gerast í fjöldahjálpastöðum. En það var ekki bara í heimahúsum og skólum sem fólk fekk inni. Í söluskálanum Björkinni á Hvolsvelli ákvöðu vertar í skyndi að taka móti fólki og veita því þjónustu og afþreyingu. Nú klukkan að vera 5 og hér stendur allt galopið. Hvers vegna? Vegna þess að þegar var búið til að gósið væri komið, þá ákvöðu að fara inn á netin til þess að opna og veita þjónustu. Sérstaklega fólk geti fengið eldsneyti og traffíkin var það mikil að við ákvöðum bara að opna skálan og hér búið stöðugur straumun í allan nótt. En það var ekki einungis fólk sem var að flýja heimili sitt sem neytist til að vera á ferðinni. Nautgripabændur af Suðurlandi ætluðu að sitja ráðstefnu á Akureyri helgina en þegar þeir heyrðu á gosinu vildu þeir vitanlega samstundis snúa aftur suður til barna og skepna. Við Nautgriparæktarfélagið ákveðum að fara í smá ferð norður á land og ákveðum að fara akkurat þessa helgi. Og hvernig var það ykkur að heyra af gosinu þarna? Það var þetta mikið panik og stress og maður vill þetta vera hjá fjölskyldu sinni þegar svona stendur á og vera hinum megin á landinu, það er ekki góð tilfinning.